gallabuxur í flottu úrvali. Þátturinn í boði Jóðum Jóð. Já, komið sæl og velkomin í taktíkina. Hingað til mín í setti komið markadrottningu Ólís-deildarinnar í handbolta. Marta Hermannsdóttir, velkomin. Takk hérlega fyrir það. Takk fyrir að bjóða mér í þáttinn. Þú ert markadrottning núna á þessu tímabili, frábært tímabil. Það er margt sem við þurfum að taka á. Þú ert valin í landsliðið núna í fyrsta skiptið 35 ára. Hvernig var það? Það var náttúrulega bara ótrúlegt sko. Ég bjóst alls ekki við því og þegar ég þekki Axel dálítið, þegar hann er hérna norðan, þannig að þegar hann hringdi í mig og talaði við mig og ég, þú veist, bara, ég ruglir í þér, hvað þú veist, þetta djókið mér, eitthvað hérna, hann bara, nei, ég get ekki lengur litið fram hjá þér og eitthvað. Þannig að hann ákvað að gefa mér sensinn og bara geðveikt gaman. Það var bara dásamleg ferð, fórum hann til Makedóníu og þú veist, að vera þarna og vera náttúrulega með þessum leikmönnum sem eru helmingurinn og kannski eru svona atvinnumenn, eitthvað svoleiðis sirka. Og vera þarna og geta bara æft á mótnana og farið í nudd og borðað og lagt sig, farið svo aftur á æfingu kvöldið og eitthvað, lifa bara, þú veist, þvílíku lúxuslífi þarna. Þetta var bara geggjað, þetta var alveg þvílík upplifun, bara þarna. Það var enginn að segja mér að keppnismanneskjan þú hafi ekki verið búin að hugsa þetta oft áður, af hverju ósköpunum er ekki komin Jú, algjörlega. En þú veist, það var einhvern veginn, þú veist, alltaf ótrúlega flotta stelpur þarna alltaf, skilurðu, og það er ekki það að ég hafi eitthvað endilega átt að meira skilið. En auðvitað var ég fúl að hafa aldrei komist í landsliði, sko. Ég var alltaf yngri flokkunum, yngri landsliðunum og gekk vel þar og svona, svo einhvern veginn þegar það kom upp í A-landsliði þá, auðvitað náttúrulega fór ég suður í skóla og átti börn og allt þetta, skilurðu, þannig að en geggjað að fá eitt séns allavega til að pröfa þetta. Akkurat. Þetta segir mér líka að það er aldrei of seint að detta inn í liðið. Nei. Varstu aldrei fann að hugsa það, ok, jæja, þessi bátur, hann er bara búinn að sigla Jú, guð, löngu farinn, sko. Þú veist, ég bjóst alls ekki við þessu. Ég hélt einhvern veginn að auðvitað náttúrulega alltaf verið að byggja kannski upp meira í landsliðinu og hugsuninni oft svoleiðis, sko. Þannig að byggja upp eitthvað yngra lið til að, þú veist, Jonni náttúrulega var með honum fyrst og þeir voru að byggja upp lið og, þú veist, Axel svo áfram. En auðvitað gaman, þú veist, ef það gengur vel, auðvitað kannski ætti að velja leikmennina sem eru sterkastir á þeim tíma, sko, þú veist. En þið komið í KA Þór upp í efstu deild, Ólís-deildina, nýliðar spáð falli, endið í 5. sæti sem er nú heldur betur góður árangur og óvæntur. Já, við samt vissum þetta alltaf sko, þú veist, þetta var ótrúlega fyndið að hlusta á umræðina, þú veist, þegar þeir komu seinni bylgjunni norður í haust og Tómas tók viðtal við mig og svona og þú veist, og var svona meira í að, þú veist, hvernig ætlar þú að, þú veist, hugga liðið, þú veist, verður ekki erfitt að fara alltaf í rútuna heim og þú veist, og ég bara eitthvað svona, þú veist, ég veit alveg verður geggjaður, sko, ég hef engar áhyggjur af því, þú veist, ég þarf ekkert að hugga þetta lið eitthvað, sko, þú veist, við náttúrulega sýndum það að við vorum hann í Grill 66-deildinni og komumst í undanúrslit í bikar og þar kannski sáum við að við töpuðum með 1 marki þarna móti Haukum í höllinni og þar sáum við alveg að við eigum alveg fullt erindi í þessi lið sem voru hann í efstu-deildinni. Þannig að við settum okkur markmið, reynda voru markmiðin svona fyrst, pössuðum okkur svona kannski verið ekki með of háleit markmið þannig að það ekki neinn vonbrigði og það var bara, þú veist, að halda sér uppi og svo ætlum við að taka stöðuna aftur áramótin en svo ætlum bara breyttum við markmiðuna þá og þá var bara markmið að komast í úrslitakeppnina, sko. Akkurat. En að vera markadrottning deildarinnar, þetta eru 138 mörk í 21 leik, var þetta eitthvað markmið eða bara gerist þetta? Nei, alls ekki og ég spáði ekkert í þessu, sko. Það var eitthvað fyrir leikinn, hvað er það eiginlega að skora mörg mörk? Ég spáði ekkert í þessu, alls ekki neitt. Þú veist, auðvitað var þetta gaman. Auðvitað tók ég náttúrulega ótrúlega mikið af vítum líka þar sem að, þú veist, þær stelpurnar sem eru með mér í liði voru að fiska. Þannig að mér finnst einhvern veginn ekkert endilega að ég er eitthvað ein heiðurinn á þessu, skilurðu. Þú veist, ég er að taka víti sem þær eru að vinna fyrir, sko. Þannig að, en gaman samt að fá þetta, algjörlega, að fá nafnið sitt svona á blað kannski. Þannig að Steinunn Harpa dóttir minni kannski einhvern tímann eftir að segja nafnið mitt og hún verður komin í þessa stöðu vonandi. En þarna í þessum síðasta leik, maður sér það að þú varst ekkert mikið að spá í þessu sérstaklega en þetta var samt mjög hörð barátta þennan titil og þú hérna á vítapunktinu svellköld. Já, hann einmitt sagði við mig heim bara akkur vippar inn í lokin, varstu ekkert að spá í að kannski ef þú hefur ekki skorað þá hefur kannski ekki fengið titil, ég spáði ekkert í þessu. Ég vissi ekkert hvað ég þyrfti að skora mörg, hún alltaf, þú veist, Fram var hann að spila á sama tíma, þannig að þú veist, ég vissi ekkert hvað hún var búin að skora eða neitt svoleiðis, þannig ég hugsaði ekkert þetta sko, ekki neitt. Þannig að þetta var bara bónus í lokin þegar þeir voru eitthvað að skoða þetta þarna í símanum sínum og sá að ég hafi skorað fleiri mörk en hún sem stíði sem síðasta leik. Og þú ert 6 sinnum valinn maður leiksins á þessu tímabili. Þetta er gríðarlega gott tímabil hjá þér og einhvern veginn finnst manni ekki vera komin í tími til þess að hætta hjá þér?
Nei, ég og Kata ákváðum það nú hérna eftir við þurftum lentum í því tvisvar sinnum að það var ófært í Vestmannaeyjum, þurftum að taka svona helgarferð, svona húsmóraorlof í Vestmannaeyjum við eftir í 2 nætur og svona og þá tókum við held ég örugglega eftir fyrri ferðina þegar við fórum hana og þurftum að taka Herjólf sko í 5 tíma siglingu og þetta var viðbjóður og þá tókum við hérna í höndin okkur annarri bara jæja, þetta síðasta tímabilið, ok, við erum góða núna eitthvað svona en svo náttúrulega þegar að þú veist gengur vel og maður fljótur að gleyma að hérna ég hugsaði það eftir síðasta leik að þú veist þetta væri ekki síðasta leikurinn minn, alls ekki. Ég var ekki tilbúin til að hætta á þessum tímapunkti sko, eftir þennan vetur sko. Akkurat. Og ferillinn, þetta nú búin að vera langur ferill, 21 ár síðan og byrjaði þarna í meistaraflokki, mikið búið að gerast, búin að upplega mikið. Þú upplifir líka þessa breytingu á deildinni og þegar að K.A. Þór fer niður deild, hefur þetta ekki styrkt deildina að vera með þessar 2 deildir og þessi keppni? Jú, og þessi fyrsta deild heitir hún, Grill 66 deildin, hún bara orðin ótrúlega flott og sterk. Og við spiluðum þannig bikarnum á móti Aftureldingu sem eru í þeirri deild og við, þú veist, bara unnuðar með 3 eða eitthvað. Þetta var bara hörkuleikur, sko. Þannig að það er ótrúlega gaman að hafa þessa keppni að, þú veist, að geta fallið og geta komist upp og þetta gerir, þú veist, miklu meira spennandi þannig að vera í botnum sko, heldur en eins og þegar við vorum að spila þarna og við vorum nú yfirleitt, þú veist, þarna fyrir 10 árum sko, þegar við vorum að spila í efstu deild, það var bara 1 deild og þá vorum við nú frekar svona neðarlega alltaf, en þú veist, við höfðum ekki að tapa, þú veist, við gátum ekkert fallið og það var ekkert neitt í gangi, skilur, og það skiptir svo sem engu máli. Ekki það að sé gaman að vera í botnbaráttunni, en þá hefur við svona eitthvað kannski til að keppa að. Akkurat. Þannig að mér finnst þetta ótrúlega flott eins og þetta orðið núna, að þú veist að eitt lið fellur og svo umspil, þannig að það verður svona eiginlega spennandi fyrir öll lið, nema kannski eins og við lentum í 5. og svo Stjarnan í 7. Þú veist, við vorum bara í þessum sætum og við erum bara búnar, sko, við erum bara komin sumarfrí, sko. Akkurat. En þú fer líka suður, þú spilar ekki bara hérna á Akureyri? Nei, ég klára menntaskólann hérna, 20 og fer suður og fer í háskólann og fer þá að spila með Haukum og spila með Haukum örugglega í 4 ár. 3 eða 4 tímabil og hérna er það bara alveg með tannlæknanáminu í því og það var með margir sem að sögðu það við mig að ég get aldrei verið í hérna að spila í efstu deild og vera í náminu líka og sérstaklega á fyrsta árinu þá er þetta svona klásus þannig að þú mætir bara hérna í september í skólan og svo er bara svona samkeppnispróf í desember og það eru bara þú veist 6 efstu sem komast áfram í námið en ég spilaði alla leiki og mætti á allar æfingar og allt sko, ég held að það hafi bara hjálpað mér. Og ég held það sem að íþróttamenn búa að þú veist, við erum svo skipulögð, þú veist, við höfum alltaf haft bara 1,5 tíma til að læra og svo förum við á æfingu og þá einhvern veginn lærum við held ég bara betur á þeim tíma sem við höfum, sko. Í staðinn fyrir að koma heim úr skólanum og þú veist, að hefur allan daginn og það ertu kannski að horfa á eitthvað þátt og þú ert eitthvað svona bara, þú veist, slugsast í þessu, sko. Þannig ég held að ég hafi bara, þú veist, ég var alltaf með prógram að ég lærði alltaf strax eftir skóla, las, svo fór ég á æfingu, svo var ég alltaf bara að reikna efnafræði á kvöldinu, því vissi ég hefði kannski ekki einbeitingunni að lesa eftir æfingu, þannig ég var alltaf með þetta, þú veist, ótrúlega skipulagt, sko. Já. Og eitthvað keppniskap kannski líka? Já, kannski ég er alltaf mikið keppni, sko, og þú veist, það er ótrúlega fyndið í sama hverju ég er að, þú veist, hvort það sé, þú veist, uppbytunarleikur eða hvað, þú veist, og þá bara, ég brjálega vinn ekki, sko, og það lagast ekkert, það versnar held ég bara með aldrinu, sko, svo er að reyna svona að halda andlitinu fyrir börnum mín, þú veist, eftir leiki, þegar maður alltaf að segja við þau, þú veist, það þurfa einhverjir að tapa og svona, en svo er ég, þú veist, eftir leik, alltaf brjáluð, sko, og þau sjá það, þannig ég er alltaf að reyna að, hérna, svona, temja keppniskapið, algjörlega. En svo verði ég sérst óléttan í náminu og þess vegna teki pásu með Haukum sko og svo bara klára ég námið þannig bara spila eitthvað aðeins þannig í utadeildinni fyrir sunnan, bara eitthvað svona í djóki þannig og svo bara þegar ég flyt aftur norður þá byrja ég aftur. Hérna ætlum við að taka smá hlé og kíkja yfir í smá auglýsingar. Komdu og sjáðu vorlínuna frá Bertoni. Þátturinn í boði Djós. Við höldum áfram hérna í taktíkinni, Marta Hermannsdóttir er hjá mér í settinu. Marta, þú var að tala batningnir líka sem er nú hlutur sem að íþróttakonur þurfa alltaf að velta fyrir sér að því að þetta tekur tíma frá íþróttinni sem þeir eru að senda og þú ert búin að gera þetta 3 sinnum. Já, ég sem betur fer gekk alltaf allt vel og þú veist, fæðingi gekk vel, þannig ég held ég að spila fyrsta leikinn minn 7 vikum eftir ég átti miðjubarnið okkar sko, þannig ég var alltaf fljót að koma mig tilbaka og svona.
En auðvitað þarf maður að passa sig en mér fannst þetta eiginlega erfiðasta við þetta og ég heyri alveg svona, þú veist að stelpurnar í liðinu sem eru svona, ekkert endilega komin á barneignar aldrei en þá bara, hvernig gastu, hvenær tímduru basically að fara í barneign, skilju, hvenær, þú veist, en auðvitað verður maður einhvern tímann að taka sér smá pásu bara en svo kemur bara aftur tilbaka, þú veist, það ekkert, þetta gerir þér ekkert illt, skilju, þú getur alveg komist í sama form bara ef þú ert duglegur og ég var dugleg að æfa á meðgöngunni og svona. Þannig ég var fljót að koma tilbaka. Þetta svona spurningin sem alltaf íþróttakarlar fá aldrei. Þeir þurfa heldur ekki að taka þennan tíma frá íþróttinni. Það lúxus að vera karlmaður, að geta bara spila því sem maður vill og þú veist, aldrei svo að taka sér pásu. En við, þú veist, við græðum á þessu líka. En svo spurningin mitt, þú veist, að hætta íþróttinni og þurfa að fara að hugsa þá kannski meira fjölskylduna, en svo það líka sko fjölskyldulífið í íþróttinni. Það allt annan heimur sem kannski fólk áttar sig ekki alveg nógu vel á. Og ég hef alveg hugsað þetta og einmitt fengið stundum einhver svona skot á mig með þetta. Hver hugsar börnin, skilju, eitthvað svona. En eins og við höfum þetta alltaf, þá koma þau alltaf með okkur á æfingar. Og þeim finnst það bara hápunktur dagsins. Og þú veist, að fara í káaheimili bara geggjað. Og þau eru bara að leika sér þarna á fullu og þú veist, það fullt af krökkum sem eru þarna alltaf og þau eru bara í fyrirleik og eltingaleik og eru, þú veist, dóttir mín hann oft búin að gera einhverja þrautabraut með keilum og þau eru á fullu að leika sér sko. Og þau búa alveg að þessu, þú veist, hún er 6 ára og er að æfa handbolta og þú veist, er þvílíkt flott sko, dribblar út allt og út af því að hún er búin að vera með bolt í höndinni síðan hún var lítil sko. Þannig að ég held að þau vonandi bara græði á þessu til lengri tíma. Og strákurinn minn sem er 13 ára, þú veist, hann er að koma með okkur, hann er að taka aukaæfingar, hoppa í stiganum og eitthvað, meðan við erum á æfingu, sko. Þau eru ekki bíðið því að mamma hætti í handboltanum? Nei, alls ekki. Þú veist, þegar það var eitthvað skotið að mér eftir síðasta leikinn, eitthvað svona, já, ég ætla nokkuð að hætta núna og þá sá ég að dóttir mín var svona pínu súr eitthvað og svo fórum við inn í klefa og þá hvíslaði hún svona alveg að mig með tárin í augunum, þú veist, ertu hætt í handbolta? Þannig að hún og þau öll bara dýrkaði þetta, algjörlega. Það er ekki bara börnin, heldur líka maðurinn, Heimir Árnason, sem er nú heldur betur handboltakeppa, þjálfari og leikmaður. Þannig að þetta er ákveðið púsl líka. Já, algjörlega. Og við náttúrulega vorum að æfa alltaf á sikkurum tíma, annarkvort vorum við fyrst og svo þeir á eftir okkur eða öfugt. En þú veist, hann er rosa duglegur í eldhúsinu, hann var oft bara búinn að græja matinn og svo hendi honum bara í þegar ég kom heim eða eitthvað, þú veist, þetta var bara það einhvern veginn púslaðist allt mjög vel og allir bara mjög glaðir með þetta og ekkert stundum reynda fóru þau kannski aðeins og seint að sofa eða eitthvað, þú veist, ég var á æfingu til 7:30 og svo var borðað og eitthvað, en þú veist, þau eru alltaf fersk og mjög hress og virk þannig að ég hafði engar áhyggjur af þeim. Þetta eru 2 íþróttamenn og 2 svona íþróttaferlar í rauninni, kom aldrei símtalið frá Haukum í Heimi, jæja, nú þarf ég að fara að taka ákvörðun með minn feril, kannski skiptum lið, af því að þá þurfið þið öll saman að flytja. Já, okkur var boðið alveg stundum, þú veist, Heimi náttúrulega fór í Val og ég fór í Hauka og svo fór hann í Stjörnuna og eitthvað svona og okkur var stundum boðið saman og okkur var oft boðið saman til Vestmannaeyja. Því að þeir náttúrulega, þú veist, kannski stundum meiri peningur þar á milli handana, þannig við fengum alveg örugglega 2 eða 3 svona bara pakka tilboð og bara, þú veist, það er bara þetta mörtu vinnu, það vantar tannlækni, þið fá þetta, þú veist þannig, en við höfum aldrei tekið þennan pakka saman, sko. Þú veist, við náttúrulega fórum norður, fórum við bæði hann í K.A. og ég í K.A. Þór, en einhvern veginn samt ekki verið í sama liðinu fyrir sunnan, sko. Nei, það er náttúrulega stór ákvörðun að taka, það er fjölskyldan undir og vinna líka og þú nefnir þarna tannlækningar af því að þú ert tannlækni líka, ekki bara það heldur rekur líka þína eigin tannlæknastofu. Já, við erum núna alveg 6 tannlæknar saman sem erum í Glerártorgi, þannig að það eru stór tannlæknastofa þar og bara æðislega gaman, ótrúlega gaman og ég náttúrulega vinn freka mikið, það er mikið að gera hér á Akureyri og vantar tannlækna norður, sko. Þannig að ég hef nú reyna aðeins að vinna stundu styttra en bara ótrúlega skemmtilegt og þetta púslast ótrúlega vel saman og þau í vinnunni, þú veist, þetta er mikið íþróttafólk hérna sem er með mér og við fórum þetta gönguskí saman síðustu viku og þú veist, við erum duglega að gera hluti saman og þau mæta á leiki og þú veist, ótrúlega flottur hópur. Þannig að það er gaman í vinnunni og svo er gaman á æfingu, þannig að þetta er bara æðislegt. Það er gaman að þessu, þetta er æðislegt, en það er líka ákveðið púsl, einhvers staðar heyrði ég að það hefði þurft að færa til einhverja 8-10 tíma þegar þú fékkst kallið í landsliðið. Já, sko það var náttúrulega ekkert, ég er bókuð núna bara fram í ágúst, skilurðu. Þannig að eins og, þú veist, ef ég er ekkert að fara að taka mig frí bara og, þú veist, aðstoðarstúlkurnar mínar þeir svitna þegar ég segist alltaf að fara eitthvað út eða eitthvað, þegar ég hef enga tíma til þess, sko. Þannig að þegar Axel hringdi mig og það var örugglega bara viku fyrirvara eitthvað sem ég fekk og þetta voru náttúrulega 10 dagar. Þú veist, þannig að þetta er ekkert smá, þú veist, ég er með 8-10 sjúklingar hverjum einasta degi og stundum meira, sko. Þannig að þær þurftu að færa
hringi 80 manns til að færa þá. En ég hef bara verið dugleg, þú veist, ég vann þá bara 2 laugardaga í staðinn og eitthvað svona, aðeins að reyna að þú veist, laga þetta þannig sko, því að það ekkert að bæta fólkinu kannski einhvern tímann í ágúst, það ekkert allir sátti með það. Nei, akkurat. En það tóku allir rosa vel í þetta og þú veist, fólk var búið að heyra því og alltaf komið fréttunum og eitthvað svona, þannig að fólk kannski beið pínu eftir símtælinu, þannig að það voru allir mjög jákvæðir. En svo erum við búin að tala um þetta púsl og erfitt, en svo líka vinnur þetta svolítið saman að vera með börn sem elska íþróttina, mann sem elskar íþróttina, þannig að þú sem íþróttamaður, þú ert ekki alltaf að vera að fara frá fjölskyldunni sem vill vera að gera eitthvað allt annað til þess að stunda þitt sport og þess vegna kannski verður þetta hægt. Og líka, þú veist, ég held að oft það þannig að bæði með kallmenn og konur að þú veist að makinn er alltaf þreyttur á þessu. Þú veist, þú ert náttúrulega að æfa kannski frá 6 til hálf 8 hverjum einsta degi eða þú veist, við vorum með 5 til hálf 7 og svo 7 til 8 skilur meistaraflokkarnir rúlluðu pínu þannig og maður heyrir það alveg og að stundum voru makhættunir ansi pirraðir, þú veist, þú ert ekkert heima endilega í mat eða ert ekkert tilbúin að græja matinn eða eitthvað svoleiðis sko. En við náttúrulega held ég græðum á því að vera bæði í þessu, þú veist, ég var aldrei pirruð heima að fara á æfingu, þú veist, ég var hvort eða líka að fara á æfingu, skilur þú veist, þannig að það er spurning nú er hann hættur, það er spurning hvort hann verið pirraðilega eiginmaðurinn heima þegar ég er alltaf að fara á æfingu, en ég hef engar áhyggjur af því, sko, þú veist, hann alltaf styður með alveg 150% í þessu og þegar það var hringt þarna í landsliðinu, sko, ég var eitthvað, er það heimir, þú veist, ég er orðin 35 ára og eitthvað svona og hann bara, Marta, auðvitað ferðu, skilur bara ekki séns á þessu, bara sleppa þessu, þannig að hann styður mig alveg 150% sko. Já. Og það vinnur saman, þú veist, það er íþróttaumhverfi, þú veist, passaði upp á matinn og svefninn og allt þetta og bara eins og síðasta tímabilinu undan það sem við voru í fyrstdeildinni, bæði K.A. og K.A. Þór, þá eru þið valin besti varnarmaður deildarinnar, þú kvennamegin og hann kallamegin. Nákvæmlega. Og við erum held ég mjög holl og með hollt fæði og reynum að kenna börnunum okkar það, sko. Þú veist, þannig að við eldum holla mat og erum duglega að æfa, þú veist, við æfum ógeðslega mikið. Þú veist, ég fann það alveg þegar ég, sérstaklega núna þegar ég fór í efstu deildinni, þú veist, mér fannst eins og ég þyrfti að gera eitthvað ekstra, þú veist, til þess að eiga kannski aðeins meira inni og eins og Jonni, þegar Jonni tók við okkur og þú veist, hann talaði alltaf um þetta, þú veist, og sérstaklega við fórum í efstu deildina, við þyrftum þá að hafa einhvern plús, eitthvað ekstra og það gæti verið formið, sko, þannig við æfðum ógeðslega mikið, sko, og ég held að það hafi kannski skilað okkur þessum árangri að við gátum hlaupið mikið og stundum í sumum leikjum náðum við einhvern veginn að hlaupa og sprengja liðið, sko, þú veist, þannig að út af því við vorum ungar og þá kannski höfðum við ekki reynsluna, þannig að við gætum þá allavega haft þetta yfir höndinni í forminu. Já. Þannig að ég, þú veist, er duglega að fara á morgnana fyrir vinnu líka til að reyna að æfa ekstra, til að vera í ennþá betra formi, sko. Akkurat. Við erum að taka smá pásu eftir hérna Marta og kíkja yfir í stuttar auglýsingar. Gallabuxur í flottu úrvali. Þátturinn er í boði Jóðum Jóð. Siglum við inn í síðasta hlutan á þessum þætti. Sko, sem þjálfari, þegar þú ætlar að kynna það fyrir liðinu að nú ætlum við að vera í besta forminu. Það er allt annað að kynna það kannski fyrir yngri leikmönnum sem eru ungir og ferskir. Já, við erum tilbúin að leggja alveg hérna ekstra á okkur til sanna árangri. Þetta er kannski erfiðara fyrir eldri leikmenn að koma hérna, já, nú þurfum við að fara að leggja eitthvað ekstra á okkur eða hvað. Já, og ég sko, það var svo fyndið stundum í sumar, við byrjum að æfa hérna bara einhvern tímann í júlí og hérna alltaf einhverjum helvítis sprettum hérna sko og ég horfði stundum á það Jonna og Valda og ég bara, þú veist, hvað djöfullinn er ég að gera hérna, skilur, í alvörunni, þú veist, þetta er alltaf ógeð, en svo þegar maður finnur hvað þegar þetta fer að skila manni sko, þú veist, þá náttúrulega þakkar maður þeim fyrir það eiginlega, eða skilurðu, þannig að, og við vissum það alveg að við þurftum að vera ekstra duglegar og við vonum það og það er plan núna, við erum, þú veist, við kláruðum að spila á þriðjudaginn og þú veist, það er bara, þú veist, ég fór á æfingu í morgun sko, þú veist, þannig að það verður ekkert slöku við. Þegar maður hugsaður næstu skref, það eru nú nokkuð augljósið þér, þú rekur þín eigin tannlæknastofu, hefur eitthvað velt fyrir þér þjálfun eða slíku? Nei, ekki eins og staðan er núna, ég held ég hafi bara ekki tíma í það. Þú veist, ég var alltaf að þjálfa hérna með Erlingi Kristjánsson þegar ég var í menntaskólanum og svona og bara mikið með börn og elska börn. Þannig að ég var alveg til í það ef ég hefði tíma til þess, en bara eins og vinnan er núna þá, þú veist, þá leyfir hún mér það ekki. Þú veist, ég er að vinna það langa daga að ég get ekki bætt því við, sko. Og líka því ég vil æfa, þú veist, þá hefði ég ekki tíma til að gera bæði. En Heimir ætlar að fara að þjálfa, hann ætlar að fara að þjálfa núna yngri, 13 og 14 ára stráka. Þannig að hann sér bara þjálfunina fyrir mig, held ég. Já, á þá guttanum ykkar meðal annars. Já, hann ætlar að þjálfa þá. Þannig að það verður bara spennandi og strákurinn okkar er alveg ótrúlega spenntur, sko, að fá pabba sinn sem þjálfara. Akkurat.
En svo svona eins og þitt hlutverk, ef við horfum það í K.A. Þór liðinu, þú kemur reynslunni í liðið, en þú ert líka leikmaður í liðinu, þannig að það er ekki eins og í mörgum liðum þessi leikmaður sem er komið svona á seinni hlutan á ferlinum, hann kemur inn á til þess að vera bara með reynsluna, en það er í raun ekki nóg í þinni stöðu. Nei, ég er kannski ekki alveg tilbúin í það alveg strax að koma kannski bara inn á í vörnina eða eitthvað svona eins og Heimir var að gera sko. Ég er alveg náttúrulega 4 árum yngri en hann, ég er dugleg að segja það við hann, en örugglega kannski meira og meira, þú veist, þá verður það þannig að ég kannski fara að spila minna og þær spili meira, en þú veist, ég er bara svo mikil keppnismaður að þú veist, ég get það bara ekki og ég fann það alveg í vetur, þú veist, að Jonni var alveg að reyna að láta þetta rúlla og svona bara, þú veist, þær eru náttúrulega geggjaðar skilur og ég var alveg svona á bekknum bara, þú veist, það er ekki að setja mig eftir inn á, sko, þú veist, þannig að ég er svo bilaður keppnismaður og mér finnst alveg erfitt að vera út á, sko, en auðvitað, þú veist, vil ég það, þú veist, þetta eru geggjaðar stelpur sem eru með mér í liðinu og þær eru svo ótrúlega flottar og metnaðarfullar að þú veist, auðvitað fara þær vonandi að taka smá meira yfir og ég get svona aðeins fara að draga mig tilbaka. En þú slæðir ekkert á kröfunum, þú ætlar að skora 10 mörk í hverju leik? Já, það er bara planið, sko. Nei, ég vonandi verða þær bara taka þær ennþá stærra hlutverk næst og þá get ég kannski aðeins svona farið að kannski spila meira í vörninni og minna í sókninu og ég fann það alveg, þú veist, þetta var allt í törn núna, við spiluðum alveg, það voru 3-4 vikur sem við spiluðum alveg, þú veist, það var bara 4 dagar á milli leikja eða eitthvað og þú veist, það var alveg erfitt, þú veist, ég var orðin alveg pínu þreytt í öxlinni og svo var aðeins mjöðminn og svo var þú veist, þannig að þetta er alveg aðeins fara að segja til sín, sko, þetta er náttúrulega brjáluð slagsmál og tekur alveg tíma að jafna sig á milli leikja, sko. En ég bara tek mér góða pásu núna svona frá handboltanum og vonandi verði bara góð. Það er aðalmálið held ég þegar maður er orðinn svona aðeins eldri að halda sér heilum, að detta ekki niður meiðsli. Þá er þetta bara búið, sko. Ég er ekkert að fara til sjúkraþjálfara, þú veist, heila vetur, sko, þú veist, þá bara hætti ég örugglega, þú veist, ég held það, sko, ef ég myndi meiðast eitthvað alvarlega. En hvernig hefur þetta gengið? Nú ertu búin að spila þetta lengi. Já, ég hef bara aldrei meiðst á því. Ég missteig mig reyndar í haust, það var fyrsta skipti sem ég missteig mig og henni fannst mitt yðin í sjúkraþjálfara fannst ekki smá fyndið, bara hefur aldrei misstigið þig. Ég hef aldrei misstigið mig. Og en ég náttúrulega bara, hún alveg, þú verður að taka pásu og ég bara lét teipa mig og spilaði, sko. Það var ekki sens ég ætlaði að missa leik. Þannig að ég næ því vonandi úr mig núna, ég er ennþá pínu tæp í öklanum, sko. En þú líka verið með að koma tilbaka eftir meðgöngu og það verður gengið hratt og örugglega fyrir sig. Já. Ég held bara að maður er duglegur að æfa eins og á meðgöngunni. Þú veist, ég æfði alltaf allan tíman, þú veist, til að reyna að halda styrknum. Ég hugsa það, þó maður haldi kannski ekki, þú veist, forminu, þú veist, upp á að geta hlaupið og svona, en þú veist, að halda styrknum og þá er hitt fljótt að koma aftur. Og ég held að það er bara að hjálpa mig. Þú veist, ég er dugleg að lyfta og við erum í ólympísku lyftingum og svona. Þú veist, ég hef verið alltaf í crossfiti með og svona. Þú veist, og það bara, ég held maður búið að því. Ertu meðvituð þetta hlutverk þitt að reyna að skila einhverju til yngri leikmanna? Sko þegar kannski utan vallar og þú veist á æfingum og svona reyni ég kannski, þú veist, ég er samt ekkert einhvern veginn að segja þeim til beint eða svoleiðis, sko, þú veist, ég læt bara þjálfarann sjá það, þú veist, ég vil heldur ekki vera einhver besserwisser alltaf og gagnrýna allir kringum mig, sko, þú veist, ég reyni frekar bara að vera, þú veist, manneskjan sem er duglega að peppa og þú veist, og ég hef alveg svo meðvitað það, alltaf að þú veist, ef einhver gengur illa eða þú veist, ef einhver klúðrar, þú veist, að vera alltaf fyrst til að peppa og gefa fæf og svoleiðis, en þú veist, þegar ég er inn á vellinum og svona, þú veist, þá er ég bara ein af þeim og var einmitt ég man ekki einhver að spyrja mig þetta, þú veist, að stelpan sem er yngsta stelpan sem er svona að spila, þú veist, hún er 9 árin, sko 16 ára, þú veist, hún var að fá æfingaleyfi, skilur og akstri og en mér líður samt ekkert eins og hún sé 20 árum yngri en ég, skilur, alls ekki, þú veist, einhvern veginn. Við erum svo ótrúlega samheldinn hópur og þú veist, ég held líka að þær líti heldur ekkert á mig endilega sem einhverja eldri, sko, þú veist. Sem einhverja mömmu í liðinu? Nei, alls ekki. En þú veist, en vonandi og mér finnst oft svona mömmur þeirra koma til mín og segja, þú veist, þú ert svo mikil fyrirmynd fyrir þær, þú veist, þannig að þær greinilega, þú veist, finna það að þú veist, þær geta leita til mín og svona, þannig að mér finnst það dásanlegt, mér finnst ótrúlega gott að ég geti verið einhver svona fyrirmynd sem að þær vonandi líti upp til og sjá að þú veist, þær eru ekkert að fara hætta í handbolta og þær geta eignast börn og þær geta farið í háskólanám og allt, sko, og þær þurfa ekkert að hætta, skilurðu? Nei. Út af því. Og það heldur ekkert að vera að hætta þegar það er aðeins fyrir að síga á endan á ferlinum heldur. Nei, nákvæmlega. Út af því að þú ert að fara að sinna fjölskylduna, því þú getur sinnt fjölskyldunni eins og við erum búin að tala um áður í þessu viðtali. Já. Það er bara forréttindi. Það er bara frábært að geta blandað þessu öllu saman og ég held að börnin mín vonandi búa því að hafa verið í íþróttaheimili og þú veist, því að kannski þessi tími er oft bara heima að horfa á sjónvarpið og þú veist, það er enginn að gera neitt kannski. Þú
Þú veist, þannig að þau vonandi bara græða á þessu sjálf. Þú hefur verið til í að vera svona heimili sjálfur þegar ekki? Já, guð, þú veist, ef að mamma, þú veist, pabbi var alltaf í fótbolta en var hættur þegar ég var að spila skilur og ef að, þú veist, mamma hefði ég verið á handboltaleiki með mömmu, þú veist, það væri geggjað, þú veist, og þeim finnst þetta geggjað, sko. Þú veist, og ég sé það alveg og Dagur, elsti strákurinn, þú veist, hann alveg montinn, þú veist, þegar þó honum finnst ég, þú veist, hann 13 og honum finnst ég ekkert alltaf cool, sko, en þú veist, hann alveg montinn þegar einhverjir óska honum til hamingju og svona, þú veist, með mömmu sína, þú veist, ég finn það alveg þó hann vil ekki viðurkenna alltaf, sko. Þannig að ég held þetta gefi þeim ótrúlega gott og líka að hafa heim í þessu skilur, þú veist, eigum við 2 stráka, að þú veist, að sjá pappa sinn alltaf vera að spila og eitthvað, þú veist. Þeim finnst það reynda pínu erfitt eins og núna síðustu 3 leiki þá hann búinn að fá rautt spjald og reyndar ekki síðasta leikinu þar fyrir áður og það var svona pínu erfitt sko, þú veist, dóttir okkar var svona alveg bara þegar hann fekk rautt og vorum að horfa á þetta sjónvarpi og hún bara, þú veist, og hvar hann og heldur hann sé inn í klefa og heldur hann sé að gráta, heldur hann líði illa og þú veist, alveg hann þú veist, þetta tilfinningarússi bara alveg, ég bara nei, hann bara situr örugglega hann að horfa og þú veist, hvetja og eitthvað. Þannig að þú veist, þetta alveg stundum erfitt, verður örugglega sko. Akkurat. Nú tíminn runnið frá okkur, svona að lokum, ertu með einhverjar ráðleggingar fyrir ungar handboltastelpur eða bara íþróttakrakka sem að horfa á? Bara vera duglega að æfa og duglega að sofa. Þú veist, við höfum alltaf tekið svefninn, þú veist, ég ekki að vaka til 1 á næturnar sko og sofa frá æfingu. Þú veist, við reynum að sofa vel og ég alltaf að segja það við krakkan okkar, þú veist, að borða vel, sofa vel og vera duglega að æfa og heilbrigð. Þetta ekki flókið. Marta, takk kærlega fyrir komuna í þáttinn. Og áhorfendur, takk kærlega fyrir áhorfið í þessum þætti. Við sjáumst í næstu viku. Komdu og sjáðu vorlínuna frá Bertoni. Þátturinn í boði Djós.